Gleðilega hátíð, kæru landsmenn. Árið 2016 fagnar Ríkisútvarpið 50 ára afmæli sjónvarps á Íslandi. 50 ár eru bæði stuttur og langur tími. Margir muna hann vel, þrátt fyrir að svo ótal margt hafi breyst. Við fögnum tímamótunum á afmælisári á margvíslegan hátt. Á morgun nýársdag deilum við með ykkur augnablikum úr dýrmætri gullkistu Ríkisútvarpsins, þeim fyrstu frá árinu 1966 og það munum við gera vikulega út afmælisárið. En við stöndumst ekki mátið að taka nú forskot á sæluna og bjóða í tímaferðalag í tilefni dagsins. Hvert einasta áramótaskaup sem gert hefur þá undraverðu og sérstöku eiginleika að vera bæði algerlega frábært, kröftugt og beitt og óvenju slæmt, hundslaft og súrt á sama tíma, allt eftir því hver horfir. En umfram allt skaupið okkar sér íslenskt og alger þjóðareign, rétt eins og Ríkisútvarpið sjálft. Góða skemmtun! Góða kvöldið og velkomin í veislu í kassanum okkar. Hér mikið gestaboð í sjónvarpssal og sprell og hopp og hí eins og vera ber á þessu kvöldi. Og allt getur gerst. Við eigum von á því að ýmislegt söngelst fólk gægist hér inn til okkar og af því til siðs fram að miðnætti að líta tilbaka, án þess að verða saltstólpa þó. En fyrst eftir miðnætti fram á leið þá tínum við upp úr kassanum minningar liðna árið. Og síðast en ekki síst veljum við mann ársins og sá á kvölina sem á völina. Þá að læra áramótalagið okkar með hraði og taka hressilega undir. Gamla árið verður eins og gestur, við gengum þá og lítum stöndast inn. Og fyrr var í útrennur sá prestur, sem fengur til að vera gestur sinn. Hvernig krakkaveðrið á morgun? Það bara mjög slæmt. Það aftakaveður allt land bara á. Það að loka öllum skólum. Hvað ætti að segja? En hvernig verið hjá okkur? Það fínt. Mjög gott, já. Ég held að þú að lesa núna. Og það? Klukkan komin, sko. Já. Góðan dag. Þetta á Veðurstofu Íslands. Veðrið klukkan 18. Manstu kæri í kjörklefa forðum, krossinn X við D, mér þú veittir, blýantinum veitir. En hana kjörtíma við, en hana kjörtíma við. Við merkjum ekki við val. Við merkjum ekki við gér. Við dáum fjallið laus og þjóðin kýrar í ból. Já, þetta einmitt það sem ég vil. En hana kjörtíma við. Við lesum annál ársins og spilum vinsælustu dægulögin og sjáum hvað setur. Hvílíkt ár, hvílíkt ár, það var frost, það var bár, hvílíkt ár, okkar gjaldeyrissjóður varð smár. Næsta ári fá allir miklu hærra kaup. Ef þú sért í stuði, komdu þá með mér. Gleymd öllu puði, ég skal sýna þér. Ef þú átt á vini, þá hent þeim út. Æ, gleymum bara allri sorg og súr. Nú fáðu þið að sjá það sem mikið liggur á. Því við ætlum að segja satt og rétt frá. Ég vona að fréttastofan trúi því sem ég hef að segja hér. Og þið stelpur, árið á enda. Já, satt það. Hvort með það álfennar? Skotans drast. Komdu fljóttur. Hann að koma. Brosa. Já, nú fá þér að sjá að býr ekkert pakk við þessa götu. Brosa. Nei,
Nei, farðu inn aftur. Nei, blessaðu félagi. Sjú. Þetta er fín maður. Það er að leiða í ammali. Vert inni. Harðu. Já, Rolex félagi, með þetta bara klára þess að smelli þetta, ha? Vert inni. Hörru, nei. Hvað er þetta maður? Nei. Harðu. Ha? Sjáu þið þennan maður? Sko, ég veit það ekki, sko, en mér langar, sko, þegar ég var hann stór og þegar ég kom hann og kistilt, þá myndi Hvað gengur að þér? Þú ert orðin 52 ára gömul. Hver er þetta að fara að haga þér eins og manneskja? Mér finnst það ekki skipta svo rosalega máli, sko. Mér finnst það meira svona human behavior. Human behavior. Fátt er nú meira rætt manna og meðal en fyrirhugaða friðun lækjarins, hins eina og sanna lækjar sem eitt sinn skipti borgarbúum í Vesturbæinga og Austurbæinga. Eins og kunnugt hafa komið fram hugmyndir að grafa upp hinn ástsæla læk og veit honum farveg upp í Árbæ þar sem hann yrði friðaður. Elín mín, skottastu nú heim og skiptum buxur. Já, en hæstvirtur þingmaður sagði að þetta gæti bara talist gallabuxur. Elín, þetta er löggjafarsamkoma, ekki countrybar. Já, þessar buxur eru frá Genúa, þetta er ítalskt. Þetta er sæl. Er ekki mötuneyti á annar hæðinni? Jú, annar hæð til vinstri. Komið, Greggar. Áramóta dagskrá sjónvarpsins hefst eftir hálfa mínútu. Klukkan biluð og kurluði spað, kvöldið senn liðið hjá. Og síðustu forvöð að finna nú það sem fólki bjóðand að sjá. En kannski finnst myndin sem talin var týnd tankfassa mannætu þjóð. Eða þá hin sem aldrei var sýnd af því að hún var of góð. Verður þú forsætisráðherra? Það er nú ekki tímabært á þessu stigi málsins. En langar þig kannski til... Þetta er ekki spurningin það hvort mig langar eða langar ekki að verða forsætisráðherra. Þetta er spurningin það hvort einhverja aðra langar eða langar ekki að verða forsætisráðherra og hvort ég sjálfur reiðubúinn að axla þá pólitísku ábyrgð að taka sjálfur af þeim ómakið. Hverjar eru horfurnar? Engu hægt að spá. En getur ekki reynt að segja eitthvað? Verður þú forsætisráðherra? Já, ég hef mjög miklar áhyggjur af þessu, ég verð að segja það. Fórum á Melavöll til að sjá kempur hlaupa í rigning og sunnansett myndum við Vilhjálmstökkva. Áttir þú þér draum það að vera inn á mellinu? Á vörubílspöllum Tóbak og sælgæti Vindlar dómarinn svindlar Áttir þú þér draum það að vera inn á mellinu? No fruit or any bullshit. I will help make you slim like an Icelander. Allt er fast, einkavæðum allt. Just name it. Það nú komin einkaspítalutt í Kringlunni og Jóhannes Bónus rekur Alþingi og Hagkauphúðirnar reka kirkjurnar og háskólinn var seldur upp í skuldirnar. Hérna bíðið aðeins, Gils ekki andfeminísk útlitsprempja sem hvatti opinberlega til nauðgana?
Skiptir ekki máli, hann flottur. Við erum komið með söluvöru! Símaskráin gefins. Heyrðu fyrirgefðu, hefðu þú kannski ekki frekar átt að sækja vinnu hjá nei.is? Senn líður að borgarstjórnarkosningum. Við erum Ken og Barbie og erum borgarstjórahjón. Við erum til í 2 stærðum. Sjálfur ég með 2 svipbrigði. Get snúið höfðin í allar áttir og rekið út með tunguna. Fræðilega útilokað að stinga ávísun undir stól. Útilokað. Næsti. Svo vorum við skemmt að við jarðaför daginn. Af okkar. Já. Og hvernig gekk? Það var nú frekar dauf stemning. Já, náðu þessu upp í restina. Já, þeir fóru útbytt arfinum. Já. Jæja, nú ætla Dolly og Doddi að taka fyrir okkur verðlaunaskemmti atriðið. Gjörðu svo vel. Sko, þarna venjulega hlegja alltaf. Og nú hefur ástin haldið innreið sína hingað í selskapið til okkar. Sjáið þið bara. En þá man ég hvar við mættumst fyrsta sinn. Minningin það vermir ennþá huga minn. Það var kvöld í maí og kyrrð í bæ. Við gengum saman út með sæ. Verið velkomin í sal sjónvarpsins og þá voru loksins komið að því að velja skástu lögin. Nú dómnefndirnar eru út allt land í beinu símasambandi við mig hér í sjónvarpssal. Oft má finna afdrif draug sem var nýrra kynna. Þótt þau verði ekki laug og örlög þráður verða spinna. Ert þú tilbúinn, Sveinn? Tilbúinn, herra Barður? Já. Dönsmold. Dönsmold. 80 vísgráður. 80. Steiktur laukur. Steiktur laukur. 90 vísgráður. 90. Og sem sagt, við ætlum bara að taka fyrsta lagið sem er lítið ádilla og ég vil biðja hinna að kynna það. Komdu, láttu ekki svona að segja þetta brandara hinni. Komdu, hún lóð svo mikið, komdu með það. Já, næsta lag sem við tökum er Erta Blues. Já, hann meinar Alberts Blues. Gjörðu svo vel. Bæja, bæ, 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 bæ. Bæja, bæ, 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 bæ. Gerið svo vel, Hallur og 14 fóstrur.
Guð og skar, geggjaða líf. Við lífum í hálfan, það leikur enginn eftir mér. Þá gleymist ég og jafnvel dauðan lepjur sker. Ég held í þrek. Komið nú sæl, krakka mínir. Eigum við nú ekki að byrja á því að syngja eitt lag? Miljón like á lundaballbúnkuna. Við skulum klappa en við viljum að þessi dama líti í eigin barm. Þú skal klappa en við viljum loforð eftir ljóðir á þeirra. Við skulum klappa fyrir mér til víðsýni í Arabalandi fann. Við skulum klappa ef þú ert ósáttur við orðadósa mann. Landssamtökin Gjaldeyrin heim voru sem kunnugt stofnuð á fjölmennum fundi í Háskólabíói í haust að viðstöddum ráðherrum og fjölda annarra framámanna. Megin tilgangur samtakana að láta skila heim til Íslands öllum gjaldeyri sem í eigu Íslendinga í bönkum erlendis. Já, ég skil, auðvitað, fyrirgefðu. Já, allt í lagi, bless. Ég bið að heilsa þeim sem ég þekki. Já, bless. Hann vill að við ljúkum þessu af í kvelli. Amen. Fyrirgefðu. GSM þegar þú þarft að ná í fólk. Og næsta dæmi hraðskák. Það telt hratt. Hlutinni ganga mjög hratt fyrir sig. Og undir þessum kringumstæðum þá ríður mikið á því að hafa allt undir kontról, að allt sé í lagi og menn falli ekki á tíma. Nú en þarna skeður alveg óvænt. Þetta er á vísu ekki ótíkt í skákheiminum. Þarna kemur indverskur dullasálfræðingur og hann kemst í spilið sem sagt og ger út skákina. Ég því ákveðið í samráði við sjálfan mig og Dorrit litlum að veita sjálfum mér frest til þess að meta þá ákvörðun hvort ég haldi ekki bara áfram að vera forseti. Að eilífu. Óla Ragnarstæl. Ragnarstæl. Hingað á þennan litla kreppufúna klaka. Ég kominn nú aftur til að laga til og taka. Í mína hendur völd sem reyndar voru þar að damla. Engin veldir, Óla gamla. Mér sama hver býður sig fram á móti mér. Já, mér sama hver reynir að stjórna öllu hér. Því ég eilífur og ætla að fá að fylgja þér eins lengi og framtíð á þessu skeri hér. Ég vendillinn sem loka yfir þér, yfir þér. Ég ómissandi og aldrei hérðan fer, hérðan fer. Það má aldrei verða puttudúkka hér. Góð daginn. Þetta fjórði dagurinn sem heppna IKEA fríkortafjölskylda dvelur í versluninni. Fjölskyldan sefur annarkvort í IKEA svefnherbergjadeildinni eða í rúmdýnudeildinni. Þau borða venjulega morgunmat í IKEA eldhúsdeildinni. Á kvöldin gera pabbi og mamma sér glaðan dag og borða IKEA kjötbollur og dreypa á IKEA rauðvínsglösum við IKEA kertaljós.
svo magnað og myrkrið svo kalt. Þá kviknar kertaljós og kveikir fætur tífa og hal og grós. Þetta allt handónýtt. Þetta ónýtt. Þetta ónýtt. Þetta ónýtt. Þetta ónýtt. Þetta ónýtt. Ég viss það að vagnstjórinn getur tekið undir þetta með mér. Hvað ertu að gera maður? Þetta Volvoið. Og þá það veðrið klukkan 18. Veðrið klukkan 18. Veðurskip líma, að dekkja sundur, að líma. Angmaxa lík Atlantshaf, stakir jakkar, stakir jakkar, Garðskagaviti, loga glatt. Sjófarendur beðnir að koma til aðstoðar við slökkvistarfið. Og þetta var veðrið klukkan 18. Kæru landsmenn, fyrir hönd starfsfólks Ríkisútvarpsins þakka ég ykkur innilega fyrir trygga samfylgd á árinu sem að líða. Við horfum stolt á það sem áunnist hefur, þökkum traustið og heitum að hlúa sem aldrei fyrr að menningu okkar, sýna samfélagslega ábyrgð í verki og standa ávallt vaktina þegar mikið liggur við. Megi nýtt ár verða okkur öllum til gæfu og gleði. Gleðilega hátíð.